Herðu, 1-1 jafntefli gegn FH bara, hver þín fyrstu viðbrögð? Fyrstu viðbrögð náttúrulega hefði viljað fá 3 stig. Mér fannst fyrri hálfleikurinn ekki alveg nógu góður hjá okkur. Við vorum ekkert lakari aðilinn í fyrri hálfleiknum, leikurinn var bara í fínu uppnámi að boltinn gekk svona fram og tilbaka og hvort liðið náði einhvern veginn tök á leiknum og við vorum ekki nógu grimmir í návíum og vorum ekki alveg nógu öflugir í pressunni í fyrri hálfleik og það sem við erum búin að vera að gera undanfarna leikjum er við höfum verið 100% í þessum hlutum og við stigum aðeins af bensíngjöfinni í fyrri hálfleik. Seinni hálfleik komum við mjög sterkir inn og áttum alla seinni hálfleikinn, þannig að ég held að við höfum átt skilið 3 stigin en við tökum stigið. Er eitthvað sem þú segir í hálfleik eða eitthvað við menn, svo þú komið sterkur út í seinni hálfleikinn? Nei, við fórum bara yfir vissa hluti sem við vorum ekki ánægðir með, eins og til þess þetta, menn voru ekki alveg nógu aggressív, við stigum ekki alveg nógu hátt á þá, við fórum svona halva leiðan í pressuna, það verið að klára hann alveg eins og kannski séð í seinni hálfleik, þá voru Erik og Baldvin gríðarlega öflugir í seinni hálfleik, voru mjög aggressív í pressunni sem að gæfi muninn og við náðum að pinna hann alveg inn í seinni hálfleik og ég held ég sko, ég má sjá neina tölfræði en ef þú kíkir á tölfræðileiknum þá voru hann sennilega okkar og en ég meina FH er með öflugt lið, alveg helling af flottum fótboltamönnum með FH og þeir eru oft talað um það að við höfum verið að bæta við okkur, við tókum skipturinn 3, Bödda, Gísla og Gumma og svo tókum við unga stráka, við tókum Rafael, Guðmar og Jón Gísla, og Jón Sölva. Getur þú talað fyrir mig hvað FH er búinn að taka marga? Nei, en þið vildu á víti í fyrri hálfleik, allir við höndum á þennan teig, bara ertu að sjá hvað gerðist? Já, hann fyrir náttúrulega bara í hendina á honum, þetta er náttúrulega bara víti. Þannig að það er svekkjandi við, sérstaklega eins og við erum búin að fá mörg víti á okkur eftir hendi, ég held að sé örugglega einhver 3 í sumar, þannig að það er svekkjandi að þið missa af þessu. Sigurður var duglegur að spjalda leikmenn sérstaklega í fyrri hálfleik, fannst þetta vera soft gullspjöld nokkur af þeim? Já, alltaf soft, en það er líka samt þannig, þetta er kannski ekki alveg dómarnum að kenna þessi gulspjöldan hjá okkur. Þegar þú ferð ekki 100% í návíinn og annað, þá lendur oft í svona stöðu að þú missir mannin og þarf þá að fara að toga í hann og það er bara klart mál, ef þú ert ekki 100% þá farið fleiri spjöld. Hvernig metur stöðuna ykkur í deildinni, ertu sáttur? Veit það, ég veit ekki hvernig leikinn fór í kringum okkur. Við erum bara núna hörku keppnið og að reyna að koma okkur í efri hlutann, 2 leikir eftir og markmið okkar núna er bara að reyna að tryggja efri hlutann. Þannig að ég veit ekki hvernig staðan er. Herru, takk fyrir.